Komið sæl, ég heiti Óli Björn Kárason og þetta hlaðvarpsþáttur minn, alltaf til hægri. Logi Einarsson, menningar, nýsköpun og háskólaráðherra, kynnti svokallaða aðgerðaráætlun í málefnum fjölmiðla og blaðamannafundi 19. desember síðastliðinn. Áform stjórnvalda eru þar sögð skýr. Að efla innlenda fjölmiðla sem gegna mikilvægu hlutverki fyrir íslenskt samfélag, menningu, tungumál, öryggi og lýðræði. Hafi einhver borið þá von í brjósti að spilin á íslensku fjölmiðlamarkaði yrðu raunverulega stokkuð upp, hefur sá hinn sami orðið fyrir miklum vonbrigðum. Tillögur ráðherra sem ríkisstjórnin hefur gert að sínum taka allar mið af því að fyrst skuli staðið vörð ríkisútvarpið og síðan reynt að styðja við sjálfstæða fjölmiðla en þá aðeins með því að gera þá enn háðari ríkisvaldinu en þeir eru þegar. Og ekki nóg með það. Frjálsir fjölmiðla verða beint háðir ríkisútvarpinu sjálfu. Verði tillögurnar að veruleika verður staða ríkisútvarpsins á samkeppnismarkaði tryggð ókomin ár og sjálfstæða og frjálsa fjölmiðla verður ótrúverðugra. En svo því sé haldið til haga þá ríkisstjórnin ekki að fela ásetning sinn að standa vörð hagsmuni ríkisútvarpsins. Í aðgerðaáætluninni stendur skýrum stöfum að stjórnvöld telji mikilvægt að standa vörð ríkisútvarpið en undir breyttum formerkjum eins og þar stendur. Skerpa á þeirri sín stjórnvalda að ríkisútvarpið gegni mikilvægu stuðningshlutverki við fjölmiðla landsins og svo segir orðrétt. Staða ríkisútvarpsins í vistkerfi íslenskra fjölmiðla, takið eftir vistkerfi íslenskra fjölmiðla, markist ekki af samkeppni við aðra fjölmiðla, heldur miði starfsemi RÚV að auknu samstarfi innan fjölmiðla umhverfisins. Slíku samstarfi verði ætlað að efla umhverfið í heild sinni í samkeppni íslenskra fjölmiðla við erlenda tæknirisa. Tilvitnun lýkur. Með öðrum orðum, ríkisstjórnin ætlar ekki að draga úr umsvifum ríkisútvarpsins heldur þvert á móti. Ætlunin að auka áhrif og fjölga verkefnum ríkisfyrirtækisins. En allt þetta fært í fallegan búning með því að styðja og eiga samvinnu við frjálsa fjölmiðla. En hvað felst í tillögu menningarmálaráðherra? Í fyrsta lagi, eiga 12% auglýsingatekna ríkisútvarpsins, auk alls auglýsingafjár umfram ákveðið þak sem ekki hefur verið skilgreint og það verður líklega skilgreint ef ég þekki rétt eins hátt og hægt að renna til annarra fjölmiðla. Þannig eru sjálfstæðir fjölmiðlar í raungerðir háðir auglýsingatekjum ríkisútvarpsins sem heldur áfram samkeppnisrekstri sínum. Gangi þetta fram ríkisútvarpið fest enn frekar í sessi sem ráðandi afl á íslenskum auglýsingamarkaði. Sem sagt, það ekki tekið á samkeppnisrekstri ríkisfyrirtækis. Til að vega á móti því sem kallað auglýsingatekjutap ríkissjónvarpsins, útvarpsins, verður lífeyrisskuldbindingum sem á því hvílir aflétt. Þetta yrði ekki í fyrsta skipti sem ríkissjóður leggur ríkisútvarpinu lið, fyrir utan þá milljarðar sem renna til fyrirtækisins á hverju ári frá greiðendum útvarpsgjaldsins, það að segja okkur skattgreiðendum. Þannig felldi ríkið niður 563 milljón króna skuld ríkisútvarpsins við ríkissjóð árið 2009. Á verðlagi þessa árs fjárhæðin 1100 milljónir. Árið 2016 fékk ríkisútvarpið heimild til að selja byggingarétt að Efstaleiti og í ársreikningi þess árs var bókfærður hagnaður vegna sölunar 1535 milljónir króna eða nær 2400 milljónir á nú virði. Auk þessa hefur ríkisútvarpið fengið sérstakar aukafjárveitingar í mörg ár. Í apríl 2018 undirrituðu Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, LSR og ríkisútvarpið samkomulag
skilmálabreitingu á skuld félagsins við lífeyrissjóðinn. Lánstíminn var lengdur fram til ársins 2057, vextir lækkaðir en höfuðstóll bréfsins hækkaður. Skuldabréfið var áfram á ábyrgð ríkissjóðs. Skilmálabreitingin hafði þau áhrif að afborganir langtímaskulda RÚV lækkuðu 250 milljónum úr rúmlega 300 á ári í 50 milljónir. Tillögur menningarmálaráðherra miða að því að ríkið annarkvort yfirtækja að fullu þessa lífeyrisskuldbindingar Ríkisútvarpsins, þar að segja skuldabréfið sem í eigu lífeyrissjóðs ríkisstarfsmanna, eða fjármagni árlegar afborganir af skuldinni. Menningarráðherra stefnir að því að framlengja núverandi styrktarkerfi fjölmiðla til 5 ára, en ráðherrann beitti sér fyrir breytingu á kerfinu þar sem þak og hámarks úthlutun hvers fjölmiðils var lækkað og það bitnaði aðeins á 2 fjölmiðlum, Árvakur, útgáfufélagi Morgunblaðsins og Sýn, sem rekur meðal annars Fréttastofu Sýnar og Vísi. Auk þess að stefnir ríkisstjórnin að því að styðja sérstaklega við einkarekna fjölmiðla sem sinna almannaþjónustu hlutverki á landsvísu. Þá boðuð stofnun nýsköpunar og þróunarsjóðs fréttamiðla sem ætlað að styðja tækniþróun þeirra meðal annars á sviði gervigreindar og áskriftarlausna. Útfærslan liggur ekki fyrir, en þið sjáu hvert verið að stefna. Það verið að búa til nýtt millifærslukerfi í þessu tilfelli fyrir fjölmiðla. Það voru gefin óljós en frekar falleg fyrirheit að stofnanir og fyrirtæki séu hvött til að kaupa auglýsingar í íslenskum fjölmiðlum fremur en hjá erlendum samfélagsmiðlarisum og leitarvélum. Því lofað að ráðuneytin gefi sjálf góð fordæmi og hætti auglýsingakaupum hjá erlendum aðilum. Og svo stefnir ríkisstjórnin að því að skattleggja erlenda tækniris og samfélagsmiðla, en ekki liggur fyrir hvernig þetta verður gert, en miðað við að fjármálaráðuneytið skili tillögum þessa efnis á komandi vori. Þess má geta að þetta ekki jafn einfalt og menn vilja vera að láta og það vita fjármálaráðherrar í öðrum löndum Evrópu. Auðvitað fagnaði formaður blaðamannafélagsins tillögunum, enda það félag fremur orðið eins konar hagsmunagæslu aðili ríkisrekstrar í fjölmiðlum en fagfélag þeirra blaðamanna sem stunda heiðarlega blaða- og fréttamennsku. Forstjóri Sýnar sáttur, enda virðist lítill skilningur á þeim bænum á því hvað í tillögunum felst í raun. Og ekki fer Fréttastofa Sýnar djúpt í málið, enda hún fremur orðin að hjáróma bergmálshelli af Fréttastofu ríkisins en að sjálfstæðri öflugri fréttastofu. Ekki efa ég eða dreg ég efa að baki tillögum menningarmálaráðherra búi raunverulegu vilji til að tryggja betur rekstrargrunn sjálfstæðra fjölmiðla. Vandi hans, eins og raunar allra stjórnarþingmanna og að minnsta hluta þingmanna stjórnarandstöðuna, sú einlæga sannfæring að íslenska þjóðin komist ekki af án ríkisrekins fjölmiðla fyrirtækis. Á hverju ári fæst staðfesting á því að í huga meirihluta þingmanna sé tilvist Ríkisútvarpsins mikilvægari en sæmilegt jafnræði á fjölmiðlamarkaði þannig að einkareknir fjölmiðlar fái að dafna. Tillögur menningarmálaráðherra sem ríkisstjórnin hefur gert að sínum staðfesta þessa staðhæfingu ágætlega. Þingmenn hafa komið sér undan því að skilgreina hlutverk, skyldur og umsvif Ríkisútvarpsins með þeim hætti að einkareknir fjölmiðlar fái þrifist. Hvað þá að draga ríkið alfarið út af fjölmiðlamarkaði. Og engin stjórnmálaflokkur saklaus í þessu efni eins og ég hef bent á undanförnum árum ítrekað í ræðu og riti og meðal annars í tillögum á Alþingi Íslendinga. Og þess vegna hefur meirihluti þingmanna keypt sig frá vandanum með því að taka upp ríkisstyrktarkerfi fyrir einkarekna fjölmiðla. Að þessu leyti eru þeir í sporum læknisins sem kemur sér hjá því að skera sjúklinginu til að koma honum til heilsu.
Læknirinn velur fremur að gefa sjúklingnum verkjalyf til að halda honum á lífi þótt lífskeiðin séu ekki mikil eða framtíðin björt. Að stinga frjálsum fjölmiðlum í sambandi við ríkissjóð með styrkjum og taka ekkert á fyrirferð ríkisins á fjölmiðlamarkaði er líkt og að gefa hinum þjáða verkjalyf. Líðanin batnar sinn, en þegar framlíða stundir verður vanlíðanin meiri og sjúkdómurinn jafnvel skæðari. Og ríkisstjórnin hefur greinilega ákveðið að auka lyfjagjöfina og koma sér þannig undan því að skera sjúklingin upp og fjarlægja meinið. Við vitum öll eða ættum að minnsta kosti að vita hvaða afleiðingar það hefur. Sjúklingurinn verður fullkomlega háður verkjalyfinu, dópinu, en veslast hægt og bítandi upp, enda útilokað hann á heilsu að nýju undir handleiðslu læknis sem neitar að takast á við meinið með þeim eina hætti sem rétt er að gera. Það er þversögn fólgin í því að reyna að styðja við frjálsa og opna fjölmiðla með beinum ríkisstyrkjum og millifærslum. Fátt er hættulegra fyrir frjálsa fjölmiðlun en að vera háð opinberum styrkjum og nefndum á vegum hins opinbera sem skammta úr hefa fjármuni til að standa undir einstökum þáttum í rekstri. Fjölmiðlun sem er háð hinu opinbera með beinum hætti verður aldrei frjáls nema í orði. Rekstur ríkisútvarpsins er eitt skýrasta dæmi hvernig ríkishyggja á sterkar og djúpar rætur í íslensku samfélagi og í öllum stjórnmálaflokkum og leið áminning hvernig við getum mist sjónar á hlutverki og skyldum ríkisins. Umsvif ríkisvaldsins á samkeppnismarkaði þrengja eðli máls samkvæmt að einkareknum fyrirtækjum. Lögmálið gildir jafnt fjölmiðla, snyrtivörur, fjármálastarfsemi, fjarskipti, póstdreifingu og öll önnur viðskipti. Þegar ákvörðun er tekin að ríki skuli stunda ákveðna atvinnustarfsemi er leið verið að taka ákvörðun að draga úr umsvifum einkarekinna fyrirtækja, jafnvel ýta þeim út af markaðnum. Þetta eru svo augljós sannindi að það þarf ekki einu sinni að deila þau. Ægivald ríkisrekstrar í fjölmiðlum er svo mikið að stjórnmálamenn treysta sér ekki til að breyta leikreglunum. Stjórnmálamaður sem vill breytingar og jafna stöðu sjálfstæðra fjölmiðla veit hversu auðvelt það er að taka gagnrýnendur út af sakramentinu og takmarka aðgang þeirra að ljósvaka ríkisins. Sjálfstæðir dagskrár og kvikmyndagerðamenn stíga varlega til jarðar gagnvart valdinu í Efstaleiti. Listamenn sem vilja koma verkum sínum á framfæri eru líkt og í spennitreyju þagnarinnar. Gagnrýni á vinnubrögð ríkismiðilsins eru litin hárnaga. Hún er oftar en ekki kæfð í fæðingu. Gagnrýnendur eru sakaðir tilraunir til ritskoðunar með því að vilja koma böndum á fjölmiðil okkar allra eins og ríkisútvarpið heitir á hátíðastundum í Efstaleiti. Fáir hafa áhyggjur af þversögninni. Ég hef oft bent á það að í Efstaleiti sé litið svo á að dagskrárvaldið í þjóðfélagsumræðunni liggi og eigi að liggja hjá ríkismiðlunum. Þar skuli ákveði hvaða mál séu sett á dagskrá og hver ekki, hvaða einstaklingar séu þess verðir að gegna æðstu embættum og hvað álitsgjafar og sérfræðinga almenningur eigi að taka mark á. Mælistikan á menn og málefni er ákveðin í Efstaleiti og veikburða sjálfstæðir fjölmiðlar taka flestir mið af henni. Sumir þeirra komast í kærkomið skjól ríkismiðilsins, til þeirra er vitnað í ríkisreknum fréttatímum og ritstjórar og blaðamenn þeirra komast á listan yfir þá sem gott er að ræða við í útvars- og sjónvarpsþáttum. Eru valdinu þóknanlegir. Þannig er unnið gegn raunverulegri valddreifingu í íslenskum fjölmiðlum. Það er erfiðar og jafnvel útilokað fyrir fjölmiðla sem vilja berjast gegn ríkjandi viðhorfum samfélagsins að lifa. Flóra fjölmiðla verður fábreyttari og opin umræða fátækari.
Engin rök, ekki tæknileg, fjárhagsleg, siðferðileg eða menningarleg, eru fyrir því að ríkið standi að rekstri fjölmiðla fyrirtækis. En í pólitík gilda önnur lögmál en þau sem byggjast á rökhyggju. Ólíklegt er að í náinni framtíð náist pólitísk samstaða eða meirihluti fyrir því á Alþingi að draga ríkið út úr fjölmiðlarekstri, leggja ríkisútvarpið niður. Spurningin er því hvort og þá með hvaða hætti hægt sé að skipuleggja starfsemi ríkisútvarpsins þannig að sem mest sást náist í þjóðfélaginu og skaði gagnvart sjálfstæðum fjölmiðlum verði sem minnstur. Tvenns konar rök hafa fyrst og fremst verið sett fram til að rökstyðja nauðsyn þess að ríkið eigi og reki útvarps- og sjónvarpsstöðvar. Annars vegar er það öryggissjónarmið og hins vegar að nauðsynlegt sé að leggja rækt við íslenska tungu, sögu þjóðarinnar og menningararfleifð með rekstri ljósvaka miðla. Öryggishlutverkið er fyrir löngu úrelt eins og við vitum öll, bæði vegna nýrrar tækni og eins vegna þess að einkaaðilar hafa oftar en einu sinni sýnt að þeir sinna öryggishlutverki fjölmiðla jafnvel ef ekki betur en ríkið. Framfarir í fjarskiptatækni þar sem boðum er komið til landsmanna, til dæmis og sérstaklega í gegnum farsíma, hafa gert ríkisútvarpið að úreltri öryggisstofnun. Eftir stendur menningarlegt hlutverk ríkisútvarpsins. Óhætt er að halda því fram að yfirgnæfandi meirihluti Íslendinga vilji standa dyggan vörð menningu og sögu þjóðarinnar. Á hátíðarstundum hafa stjórnmálamenn úr öllum flokkum lagt mikla áherslu og mikilvægan þátt ríkisútvarpsins í lífi landsmanna sem einn helsti bakhjarl lista og menningar og forvígismenn í listum og menningu hafa tekið undir. Þær þjóðir sem glatað hafa arfleifð sinni, sögu, tungu og menningu hafa alltaf mist fótana, glopra niður pólitísku og fjárhagslegu sjálfstæði. Ef ætlunin er að ríkisstofnun sinni því hlutverki að tryggja svo verði ekki, þá skiptir mestu að stofnunin ræki skyldur sínar af trúmennsku og af festu. En vandinn við slíka ríkisvæðingu er annars vegar að einstaklingar eru gerðir ábyrgðarlausir gagnvart eigin arfleifð og þar með glata þeir tengslum við hana og hins vegar að einstaklingum er gert erfiðara vegna yfirgangs opinberra stofnunar að leggja rækt við sögu og menningu, jafnvel þótt þeir hafi til þess vilja, áhuga og burði. Og varla er hægt að halda því fram að ríkisútvarpinu hafi tekist á umliðnum árum að sinna þessu helsta hlutverki sínu með þeim hætti sem landsmenn allir hljóta að gera kröfu fyrst við og annað borð rekum ríkisútvarpið. Rás 2 er lítið annað en einföld dægurlagastöð sem er í beinni samkeppni við einkaaðila sem þráttur í ójafna stöðu standa sig með ágætum. Sjónvarpið er að stórum hluta eins konar endurvarp frá bandarískum, breskum og norrænum sjónvarpsstöðum með nokkrum heiðarlegum undantekningum. Eftir stendur Rás 1 sem á margan hátt hefur staðið varðstöðuna en hefur liðið fyrir þá áherslu sem stjórnendur ríkisútvarpsins leggja á að standa sig í vinsælda samkeppninni við einkaaðila með því að bjóða upp á léttmeti. Það er ekki og getur ekki verið hlutverk ríkisins að keppa við einkaaðila að sýna afþreyingarefni, hvort heldur það er bandarískar sápur eða flytja engilsaxneska poptónlist. Meirihluti þingmanna, eins og ég sagði áðan, hefur verið tilbúin til þess að standa vörð ríkisfyrirtækið sem er líkt og steinrunnin þurs í nútíma samfélagi. Tæknin, breyttar aðstæður, breytt viðhorf, kalla á nýja hugsun og nálgun. Hann er ekki að finna í aðgerðaráætlun ríkisstjórnarinnar. Sá hér talar er samfærður að hægt og bítandi muni hins vegar ríkisrekstur fjölmiðla heyra sögunni til. Tæknin tekur völdin og í samstarfi við sjálfstæða einstaklinga munu hlutirnir breytast. Það mun kannski taka 10, 15, 20 ár. Spurningin er hins vegar
hvort okkur hér á Íslandi takist að búa til jarðveg fyrir öfluga sjálfstæða innlenda fjölmiðla í þeim ólgusjó sem alþjóðleg fjölmiðlun og verður í á komandi árum. Tillögur menningarmálaráðherra miða fyrst og fremst að því að verja ríkisútvarpið en hægt og bítandi mun, þrátt fyrir allar aðgerðir, varnarmúrinn molna undan ágangi nýrrar tækni og breytts viðhorfs almennings. Ekkert í aðgerðaráætlun ríkisstjórnarinnar í málefnum fjölmiðla eykur líkurnar á því að sjálfstæðir fjölmiðlar lifi af á komandi árum. Og þá spurt, til hvers var farið af stað? Ég þakka þeim sem hlýddu, eigi góðar stundir.